Fyrra Korintubréf, 9. kafli. Er ég ekki frjáls? Er ég ekki postuli? Hef ég ekki séð Jesú drottinn vorn? Eru þið ekki verk mitt sem ég hef unnið með hjálp drottins? Þótt ég væri ekki postuli fyrir aðra, þá er ég það fyrir ykkur. Þið eruð staðfesting drottins á postuladómi mínum. Þetta er vörn mín gagnvart þeim sem vilja dæma mig. Hef ég ekki rétt til að eta og drekka? Hef ég ekki rétt til að ferðast með kristna eiginkonu alveg eins og hinir postularnir og bræður drottins og Kefas? Eða erum við, Barnabas, þeir einu sem eru ekki undanþegnir því að þurfa að vinna fyrir uppihaldi? Hver fer nokkur tíma í stríð á eigin kostnað? Hver plantar víngarð og neytir ekki ávaxtar hans? Hver gætir hjarðar og neytir ekki af mjólk hjarðarinnar? Segi ég þetta mannlegri reynslu eða segir ekki einnig lögmálið það? Ritað er í lögmáli Móse: Þú skalt ekki múlbinda uxan hann þreskir. Er Guð hér að tala uxana? Eða segir hann það ekki öllu heldur okkar vegna? Jú, okkar vegna stendur skrifað að sá sem plægir og sá sem þreskir eigi að gera það með von hlutdeild í uppskerunni. Ef ég hef nú sáð hjá ykkur því sem andlegt er það þá of mikið að ég uppskeri hjá ykkur það sem líkamlegt er? Ef aðrir hafa þennan rétt hjá ykkur, hef ég hann þá ekki miklu fremur? En ég hef ekki hagnýtt mér þennan rétt, heldur sætti mig við allt til þess að tálma ekki fagnaðar erindinu Krist. Vitið þið ekki að þeir sem vinna við helgidómin lifa af því sem kemur úr helgidóminum, og þeir sem starfa við altarið fá hlut af því sem fórnað er á altarinu? Þannig hefur og drottinn fyrirskipað að þeir sem boða fagnaðar erindið skuli lifa af fagnaðar erindinu. En ég hef ekki hagnýtt mér neitt af þessu og ég skrifa þetta ekki heldur til þess að svo verði við mig gert. Mér væri betra að deyja. Enginn skal ónýta það sem ég tel mér til gildis. Þótt ég sé að boða fagnaðar erindið, þá gefur það mér enga ástæðu til að miklast af því. Ég er knúinn til þess. Vei mér ef ég boða það ekki. Ger ég þetta af frjálsum vilja, ber mér að fá laun. En finn ég mig til þess knúinn, hefur Guð falið mér ráðsmennsku. Hver eru þá laun mín? Þau að ég boða fagnaðar erindið án endurgjalds og hagnýti mér það ekki sem ég á rétt á. Þótt ég sé öllum háður, hef ég gert sjálfan mig að þræli allra til þess að ávinna sem flesta. Ég hef verið gyðingum sem gyðingur til þess að ávinna gyðinga. Þótt ég lifi ekki eftir lögmáli Móse, breyt ég eftir því til þess að ávinna þá sem fara eftir því. Til þess að ávinna þá sem þekkja ekki lögmál Móse, breyt ég ekki eftir því, enda þótt ég sé ekki laus við lögmál Guðs, heldur bundinn lögmáli Krists. Hinum óstyrku hef ég verið óstyrkur til þess að ávinna hina óstyrku. Ég hef verið öllum allt til þess ég geti að minnstakosti frelsað nokkra. Allt ger ég vegna fagnaðar erindisins til þess að ég fái hlutdeild í blessun þess. Vitið þið ekki að þeir sem keppa á íþróttavelli hlaupað sönnu allir, en einn fær sigurlaunin? Hlaupið þannig að þið fáið sigurlaun. Sérhver sem tekur þátt í kappleikjum leggur hart að sér. Þeir sem keppa gera til þess að hljóta forgengilegan sigursveig en við óforgengilegan. Þess vegna hleyp ég ekki stefnulaust. Ég berst eins og hnefaleikamaður sem engin vindhögg slær. Ég aga líkama minn og geri hann að þræli mínum til þess að ég, sem hef predikað fyrir öðrum, skuli ekki reynast óhæfur. Fyrra Korintubréf, 10. kafli.
Ég vil ekki, systkin, að ykkur skulu vera ókunnugt það að forfeður okkar voru allir undir skýinu og gengu allir yfir hafið. Allir voru þeir skýrðir í skýinu og hafinu til fylgdar við Móse. Allir neittu hinnar sömu andlegu fæðu og drukku hinn sama andlega drykk. Þeir drukku af hinnum andlega kletti sem fylgdi þeim. Kletturinn var Kristur. Samt voru fæstir þeirra þóknanlegir Guði, enda féllu þeir í eyðimörkinni. Þetta hefur gerst okkur til viðvörunar til þess að við verðum ekki sólgin í það sem illt eins og þeir. Tilbiðið ekki skurðgoð eins og nokkrir þeirra. Ritað líðurinn settist niður til að eta og drekka og stóð upp til að skemmta sér. Dríum ekki heldur hór eins og sumir þeirra og 23.000 fjallu á einum degi. Freistum ekki heldur drottins eins og sumir þeirra og biðu bana af höggormum. Möglið ekki heldur eins og nokkrir þeirra, eyðandinn fyrirfór þeim. Allt þetta kom fyrir þá sem fyrirboði og það ritað til viðvörunar okkur sem endir aldanna komin yfir. Sá hyggst standa gæti því vel að sér að hann falli ekki. Þið hafið ekki reynt nema það sem menn geta þolað. Guð trúr og lætur ekki reyna ykkur megn fram, heldur mun hann þegar hann reynir ykkur einnig sjá að þið fáið staðist. Forðist þess vegna skurðgoða dýrkun mín elskuðu. Ég tala til ykkar sem skynsamra manna. Metið sjálf það sem ég segi. Bikar blessunarinnar sem vér blessum hann ekki samfélag blóð Krists, og brauðið sem vér brjótum það ekki samfélag líkama Krists. Af því að brauðið eitt, vér hinn mörgu einn líkami, því að vér eigum öll hlutdeild í hinnu eina brauði. Lítið á Ísraelsmenn. Taka þeir sem eta fórnarkjötið ekki þátt í altarisþjónustunni. Hvað segi ég þá? Að kjöt fórnað skurðgoðum sé nokkuð? Eða skurðgoð sé nokkuð? Nei, skurðgoðadýrkandur blóta illum öndum, ekki Guði. En ég vil ekki þið hafi samfélag við illa anda. Ekki getið þið drukkið bikar drottins og bikar illra anda. Ekki getið þið tekið þátt í borðhaldi drottins og borðhaldi illra anda. Eða eigum við að reita drottin til reiði? Munum við vera máttugri en hann? Allt leyfilegt, en ekki allt gagnlegt. Allt leyfilegt, en ekki byggir allt upp. Enginn hyggi að eigin hag, heldur hag annarra. Allt það sem selt á kjöttorginu getiði etið á nokkura eftirgrennslana vegna samviskunnar, því að jörðin drottins og allt sem á henni Ef einhver vantrúaður býður ykkur og þið viljið fara, þá etið af öllu því sem fyrir ykkur borið án þess að þið vegna samviskunnar spyrjist fyrir hvaðan það komi. En ef einhver segir við ykkur, þetta fórnarkjöt, þá etið ekki, bæði vegna þess sem varaði ykkur við og vegna samviskunnar. Samviskunnar segi ég, ekki eigin samvisku, heldur samvisku hins. En hvers vegna skyldi samviska annars manns geta heft frelsi mitt? Ef ég neyti fæðunar með þakklæti, hvers vegna skyldi ég sæta lasti fyrir það sem ég þakka Guði fyrir? Hvort sem þið því etið eða drekkið, eða hvað sem þið gerið, þá gerið það allt Guði til dýrðar. Verið hvorki gyðingum, Grikkjum né kirkju Guðs til ástyttingar. Ég fyrir mitt leyti reyni í öllu og þóknast öllum og hygg ekki að eigin hag, heldur hag hinna mörgu, til þess að þeir verði hólpnir. Fyrra Kórinthubréf, 11. kafli. Breytið eftir mér eins og ég breyti eftir Kristi.
Ég hrósa ykkur fyrir það að þið í öllu minnist mín og haldið fast við kenningarnar eins og ég flutt ykkur þær. En ég vil að þið vitið að Kristur er höfuð sérhvers karlmanns, að karlmaðurinn er höfuð konunnar og Guð höfuð Krists. Sérhver sá karlmaður sem biðst fyrir eða flytur spádóma Guðs og hefur á höfðinu, hann óvirðir höfuð sitt. En sérhver kona sem biðst fyrir eða flytur spádóma Guðs berhöfðuð, óvirðir höfuð sitt. Það er hið sama sem hún hefði látið krúnuraka sig. Ef konan því vill ekki hylja höfuð sitt, þá láti hún klippa sig. En ef það er óvirðing fyrir konuna að láta klippa eða raka hár sitt, þá haf hún á höfðinu. Karlmaður á ekki að hylja höfuð sitt því að hann er ímynd Guðs og endurspeglar dýrð hans, en konan endurspeglar dýrð mannsins. Því ekki er karlinn af konunni komin, heldur konan af karlinnum. Og ekki var heldur karlinn skapaður vegna konunnar, heldur konan vegna karlsins. Þess vegna á konan að bera á höfði sér tákn valdsvið sitt vegna englanna. Þó er hvorki konan óháð karlmanninum né karlmaðurinn konunni í samfélaginu við drottinn. Því að eins og konan er komin af karlinum, svo er og karlinn fæddur af konunni, en allt er frá Guði. Þó er hvorki konan háð karlmanninum né karlmaðurinn konunni í samfélaginu við drottinn. Því að eins og konan er komin af karlinum, svo er og karlinn fæddur af konunni, en allt er frá Guði. Dæmið sjálf. Sæmir það konu að biðja til Guðs berhöfðuð? Kennir ekki sjálf náttúran ykkur að ef karlmaður ber sítt hár, þá er það honum vansæmd, en ef kona ber sítt hár, þá er það henni sæmd. Því að síðahárið er gefið henni í höfuðblæju stað. En ætli nú einhver sér að gera þetta kappsmáli, þá er slíkt ekki venja okkar eða safnaða Guðs. En leið og ég gef ykkur þessi fyrirmæli, get ég ekki hrósað ykkur fyrir samkomur ykkar sem eru fremur til ills en góðs. Í fyrsta lagi heyri ég að þið skiptist í hópa þegar söfnuðurinn kemur saman. Því trúi ég að nokkru leyti. Reyndar verða flokkar að vera meðal ykkar til þess að í ljós komi hverjum má treysta. En þegar þið komið saman verður það ekki til að neita máltíðar drottins. Því hverum sig neytir síns matar fyrirfram og svo er einn hungraður og annar drekkur sig ölvaðan. Hafið þið þá ekki hús til að eta í og drekka? Viljið þið vanvirða söfnuð Guðs og auðmýkja þá sem ekkert eiga? Hvað á ég að segja við ykkur? Á ég að hæla ykkur fyrir þetta? Nei, ég hæla ykkur ekki. Því að ég hef meðtekið frá drottni það sem ég hef kennt ykkur. Nóttina sem drottin Jesú var svikinn, tók hann brauð, gerði þakkir, braut það og sagði: Þetta er líkami minn. Gjörið þetta í mína minningu. Sömuleiðis tók hann og bikarinn eftir kvöldmáltíðina og sagði: Þessi bikar er hinn nýji sáttmáli í mínu blóði. Gjörið þetta svo oft sem þið drekkið í mína minningu. Hvert sinn sem þið etið þetta brauð og drekkið af bikarnum, boðið þið dauða drottins þangað til hann kemur. Hver sem etur brauðið eða drekkur bikar drottins á óverðugan hátt, verður þess vegna sekur við líkama og blóð drottins. Hver maður prófi sjálfan sig áður en hann etur af brauðinu og drekkur af bikarnum, því að sá sem etur og drekkur án þess að gera sér grein fyrir að það er líkami drottins, hann etur og drekkur sér til dómsáfellis. Þess vegna eru svo margir sjúkir og lasburð á meðal ykkar og allmargir deyja. Ef við dæmdum okkur sjálf, yrðum við ekki dæmd. En þegar drottinn dæmir okkur, er hann að aga okkur til þess að við verðum ekki dæmd sek ásamt heiminum. Systkin,
Þess vegna skulu þið bíða hvert eftir öðru þegar þið komið saman til að matast. Ef nokkur hungraður, þá eti hann heima til þess að samkomur ykkar verði ykkur ekki til dóms á fellis. Annað mun ég segja til þegar ég kem. Fyrra Korintubréf, 12. kafli. En svo ég minnist á gáfur andans systkin, þá vil ég ekki að þið séuð fáfróð þær. Þið vitið að þegar þið voruð heiðingjar, létuði leið ykkur til mállausra skurðgoðana rétt eins og verkast vildi. Þess vegna læt ég ykkur vita að enginn sem talar af Guðs anda segir, bölvaður sé Jesús, og enginn getur sagt, Jesús drottinn nema af heilögum anda. Mismunur á náðargjöfum en andinn hinn sami. Mismunur á þjónustustörfum en drottinn hinn sami. Mismunur á framkvæmdum en Guð hinn sami sem öllu kemur til leiðar í öllum. Þannig birtist andinn sérhverjum manni til þess að hann geri öðrum gagn. Einum gefur andinn gáfu að mæla speki, öðrum gefur sami andi kraft að mæla þekkingu, sami andi veitir einum trú, öðrum lækningagáfu og öðrum kraft til að framkvæma undur. Einn fær spádómsgáfu, annar hæfileika að sannreyna anda, einn að tala tungum og annar að útleggja tungutal. Öllu þessu kemur eini og sami andinn til leiðar og hann útbýtir hverjum einum eftir vild sinni. Því að eins og líkaminn einn og hefur marga limi, en allir limir líkamans þótt margir séu eru einn líkami, þannig og Kristur. Í einum anda vorum við öll skírð til að vera einn líkami, hvort sem við erum gyðingar eða Grikkir, þrælar eða frjálsir, og öll fengum við einn anda að drekka. Því að líkaminn ekki einn limur, heldur margir. Ef fóturinn segði, fyrst ég ekki hönd, heyri ég ekki líkamanum til, þá hann ekki fyrir það líkamanum óháður, og ef eyrað segir, fyrst ég ekki auga, heyri ég ekki líkamanum til, þá það ekki þar fyrir líkamanum óháð. Ef allur líkaminn væri auga, hvar væri þá heyrnin? Ef hann væri allur heyrn, hvar væri þá ilmanninn? En nú hefur Guð sett hvern einstakann lim á líkamann eins og honum þóknaðist. Ef allir limirnir væru einn limur, hvar væri þá líkaminn? En nú eru limirnir margir, en líkaminn einn. Augað getur ekki sagt við höndina, ég þarfnast þín ekki, né heldur höfuðið við fæturna, ég þarfnast ykkar ekki. Nei, miklu fremur eru þeir limir á líkamannum nauðsynlegir sem virðast vera í veikbyggðara lagi, og þeim sem okkur virðast vera í óvirðulegra lagi á líkamannum, þeim veitum við því meiri sæmd, og þeim sem við blygðumst okkar fyrir sínum við því meiri blygðunar semi. Þess þarfnast hinir ásjálegu limir okkar ekki. En Guð setti líkamann svo saman að hann gaf þeim sem síðri var því meiri sæmd til þess að ekki yrði ágreiningur í líkamannum, heldur skildu limirnir bera sameiginlega umhyggju hver fyrir öðrum, og hvort heldur einn limur þjáist, þá þjást allir limirnir með honum, eða einn limur í hávegum hafður, samgleðjast allir limirnir honum. Þið eruð líkami Krists, og limir hans hvert sig. Guð hefur gefið öllum sitt hlutverk í kirkjunni. Fyrst hefur hann sett postula, í öðru lagi spámenn, í þriðja lagi kennara, sumum hefur hann veitt gáfu að gera kraftaverk, lækna, vinna líknarstörf, stjórna og tala tungum. Geta allir verið postular? Eru allir spámenn? Eru allir kennarar? Eru allir kraftaverkamenn? Hafa allir hlotið lækningagáfu? Tala allir tungum? Útlista allir tungutal? Nei. En sækist eftir náðargáfunum þeim hinum meiri,
og nú bendi ég ykkur á ennþá miklu ágætari leið. Fyrra Kórinthubréf, 13. kafli. Þótt ég talaði tungum manna og engla, en hefði ekki kærleika, var ég hljómandi málmur eða hvellandi bjalla. Og þótt ég hefði spádómsgáfu og vissi alla leyndardóma og ætti alla þekking, og þótt ég hefði svo takmarkalausa trú að færa mætti fjöll úr stað, en hefði ekki kærleika, væri ég ekki neitt. Og þótt ég deildi út öllum eigum mínum, og þótt ég framseldi líkama minn til þess að verða brenndur, en hefði ekki kærleika, væri ég engu bættari. Kærleikurinn er langlindur, hann er góðviljaður, kærleikurinn öfundar ekki. Kærleikurinn er ekki raupsamur, hreykir sér ekki upp. Hann hegðar sér ekki ósæmilega, leitar ekki síns eigin, hann reiðist ekki, er ekki langrækinn. Hann gleðst ekki yfir órétti vísinni, en samgleðst sannleikanum. Hann breiðir yfir allt, trúir öllu, vonar allt, umber allt. Kærleikurinn fellur aldrei úr gildi. En spádómsgáfur, þær munu líða undir lok, og tungur, þær munu þagna, og þekking, hún mun líða undir lok. Því að þekking vor er í mólum, og spádómur vor er í mólum. En þegar hið fullkomna kemur, líður það undir lok sem er í mólum. Þegar ég var barn, talaði ég eins og barn, hugsaði eins og barn, ályktaði eins og barn. En þegar ég var orðin fulltíða, lagði ég niður barnaskapinn. Nú sjáum við svo sem í skuggsjá, í ráðgátu, en þá munum við sjá augliti til auglitis. Nú er þekking mín í mólum, en þá mun ég gjörþekkja eins og ég er sjálfur gjörþekktur orðinn. En nú varir trú, von og kærleikur, þetta þrennt, en þeirra er kærleikurinn mestur. Fyrra Kórinthubréf, 14. kafli. Keppið eftir kærleikanum, sækist eftir gáfum andans en engum eftir spámannlegri gáfu. Því að sá sem talar tungum talar ekki við menn, heldur við Guð. Enginn skilur hann, í anda talar hann leyndardóma. En sá sem flytur orð Guðs talar til manna, þeim til uppbyggingar, hvatningar og huggunar. Sá sem talar tungum byggir aðeins upp sjálfan sig, en sá sem flytur orð Guðs byggir upp söfnuðinn. Ég vildi að þið töluðu öll tungum, en þó enn framar að þið hefðuð spámannlega gáfu. Það er meira vert en að tala tungum nema það sé útlagt, svo að söfnuðurinn hljóti uppbyggingu. Hvað myndi ég gagna ykkur systkin, ef ég nú kæmi til ykkar og talaði tungum en flytti ykkur ekki opinberun eða þekkingu eða spádóm eða kenningu? Ef dauðir hlutir sem gefa hljóð frá sér hvort heldur er pípa eða harpa, gefa ekki mismunandi hljóð frá sér, hvernig geta menn þá vitað hvað leikið er á pípuna eða harpuna? Gefi lúðurinn ógreinileg hljóð, hver býr sig þá til bardaga? Svo er og ykkur. Ef þið notið ekki tunguna til að mæla fram skilmerkileg orð, hvernig verður það þá skilið sem þið talið? Þið talið þá út í bláinn. Þó að mörg tungumál séu til í heiminum, er ekkert þeirra málleysa. Ef ég skil ekki merkingu málsins, verði ég sem útlendingur fyrir þeim sem talar og hann útlendingur fyrir mér. Eins ykkur.
Fyrst þið sækist eftir gáfum andans kappkostið þá að eiga sem mest af þeim til þess að geta elt söfnuðinn. Sá sem talar tungum biðji því að geta útskýrt það sem hann segir. Því að biðjist ég fyrir með tungum biður andi minn að vísu en skilningur minn ávaxtarlaus. Hvernig því þá farið? Ég vil biðja með anda en ég vil einnig biðja með skilningi. Ég vil lofsyngja með anda en ég vil einnig lofsyngja með skilningi. Ef þú lofar Guð með anda, hvernig á þá venjulegur maður sem viðstaddur að geta sagt amen við þakkargjörð þinni þar sem hann skilur ekki hvað þú ert að segja? Að vísu getur þakkargjörð þín verið fögur, en hún gagnast ekki hinum. Ég þakka Guði að ég tala tungum öllum ykkur fremur, en á safnaðar samkomu vil ég heldur tala 5 skiljanleg orð sem geta frætt aðra en 10.000 orð með tungum sem enginn skilur. Systkin, hugsið ekki eins og börn, verið hrekklaus sem börn, en hafið dómgreind sem fullorðnir. Í lögmálunni ritað: með annarlegu tungutaki og annarlegum vörum mun ég tala til þessa fólks og samt mun það ekki hlýða mér, segir Drottinn. Þannig tungutalið tákn, ekki trúuðum, heldur vantrúuðum, en spámannleg gáfa ekki tákn vantrúuðum, heldur trúuðum. Ef nú allur söfnuðurinn kæmi saman og allir töluðu tungum og inn kæmu menn utan safnaðar eða vantrúaðir, mundu þeir þá ekki segja: þið eruð vitstóla. En ef allir töluðu af spámannlegri andagift og inn kæmi einhver vantrúaður maður utan safnaðar, þá mundu allir sannfæran og láta hann standa fyrir máli sínu. Leyndustu hugsanir hans verða opinberar og hann fellur fram á ásjónu sína, tilbiður Guð og vottar: Guð sannarlega hjá ykkur. Hvernig það þá, kæri söfnuður? Þegar þið komið saman þá hefur hver sitt fram að færa: sálm, kenningu, opinberun, tungutal, útlistun. Allt skal miða til uppbyggingar. Séu einhverjir sem tala tungum, mega þeir vera 2 eða í mestalagi 3 hver og eftir öðrum og 1 útlisti. En ef ekki neitt til að útlista, þá þegi sá á safnaðar samkomunni sem talar tungum, en tali við sjálfan sig og við Guð. En spámenn tali 2 eða 3 og hinir skulu dæma það sem sagt Fái einhver annar sem þar setur opinberun, þá þagni hinn fyrri. Því að allir geti þið flutt boðskap Guðs hver á eftir öðrum til þess að allir hljóti fræðslu og uppörfun. Andar spámanna eru spámönnum undirgefnir, því að Guð Guð friðar, ekki truflunar. Eins og siður í öllum söfnuðum hinna heilugu, skulu konur þegja á safnaðarsamkomum, því að þeim ekki leyft að tala, heldur skulu þær hlýða eins og líka lögmálið býður. En ef þær vilja fræðast eitthvað, þá skulu þær spyrja eiginmenn sína heima. Konum sæmir ekki að tala á safnaðarsamkomu. Eða Guðs orð frá ykkur komið? Eða það komið til ykkar einna? Ef nokkur þykist vera spámaður eða gæddur gáfum andans, hann skynjar að það sem ég skrifa ykkur boðorð Drottins. Vilji einhver ekki við það kannast, verður ekki við hann kannast. Sækist þess vegna systkin eftir spámannlegri gáfu og bannið engum að tala tungum, en allt fari sómasamlega fram og með reglu.